sko þessi plata, hún tekin sko ég gerði demo, ég sem ákveðin löngu áður en ég gerði myndina og sem samin svo allur lamin og önnur sjónamið og svona, þau eru samin held ég út í München þar sem ég námi og var með þessi lög var svona svolítið að spila þau fyrir vini og vandamenn sko, og þá var Melkjör eiginlega aflögð að tímabundi allavega þannig og fekk rosa mikið viðbröð og langaði til að vinna þau eitthvað áfram og kem svo heim einhvern tímann einhver jólafrí eða eitthvað, gerir demo í hljóðrita þar sem að Kalli frændi minn syngur lurkin Jóhanna Guðríður Linnet sem líka jafnskild mér og Kalli sem að fóreldrar okkur í systkini, við erum náskild sem að þá var mjög vinsælsönguna og syngur önnur sjónamið og ég tek þetta upp með mjög flottum músikandum sem að þá voru tengdir einhverjum böndum og svona en svo átti ég þetta alltaf og alltaf að vinna meira svo þegar við erum að fara að gera myndina þá vil ég tengja þetta einhvern veginn í myndinni og Jón Ólafsson sem var framleiðandi myndarinnar var alltaf helsti plötuútgefandi þjóðarinnar ásamt Steinar Berg að hann kveikti á þessu og vildi studdi mig í það og vildi bara gefa þetta út samhliða og þá fór ég í það að bara bæta við efni og sem þannig að þessi frægustu lög eru samin fyrst raun og veru, svo bæti ég á og ég fá Tom stuðmann með meiru, hann pródúsera plötuna og við náum mjög vel saman og það var sko hann var nú svona stundum með svona hlutin ekki alveg, ekkert stundvísi var ekkert endilega hans sterkar lið eða svona alls konar hlutir í kringum hann sem voru ekki endilega eins og kannski beskat orðið en þegar maður vinna saman var algjör unaður og bara frábær og ég var alltaf verið rosalega ánæður með hans vinnu í þessu mynd og svo spila hann alltaf bassa og ég fekk hana sko, þetta með sitt að við eigum nokkra snillinga og snillingarnir fara stundum að svo þeirra snillingur sem fara illa einn af þessari blötu sem heitir Þorsteinn Magnússon Eikari með meiru og Þeisari og allt þetta hann að mínu mati einhver mesti gítarsnillingur sem þjóðin hefur átt og hann sko bara sko ég spila kassagítar í allir okkur lamin og Frissi í mezzo spilar kassagítar sóló klassóló í önnur sjónamið hann á restina og allir þessi gítar, þetta svo flott gítarvinna á þessari blötu að ég bara, þó ekki verið honum þá og svo var Ásgeir Óskarsson á trommum og tromminn alltaf á bassa og alls konar menn komu svo við sögu svona mismikið sko Rúna Georg sem var þarna með þess að Jón Ólafsson spilaði eitthvað hljómborð og Jón Góði, píanóleikari og söngvarar voru Edda Bubbi náttúrulega sem að ég bara þekkti ekki neitt en hafði hitt í ykkur partíi löngu áður og hringdi bara í hann og það er svo besta við það að ég var erlendis þegar Röddegarsmenn slógu þá var ég kominn nám í gegn og Eko og allt þetta, öll þessi Bubba Mani á Bylgja upplifði hana bara í fjarlægð þetta er bara af svona frásögn en ég vissi ég hafði heyrt Bubba eitt lag eða myndi svona röddina þannig ég vissi bara að hann ætti að syngja allir ykkur lamin og það var ekki, svo bara kom það náttúrulega ljósa að þetta var bara alveg eins og samið ofan í hann sko, þegar það kemur og hann fast að sjálfum og hann söng annar lag á þessari plötu sem ég þykir mjög vænt sem svona fyrir mér alltaf þriðja lagið það eitthvað svona sem vakandi sofandi og það finnst mér að syngja sko alveg ótrúlega fallega mikið tilfinning og það er svona lag sem ég þykir sjálfum gífulega vænt og eiginlega flest sko við getum allt syngur sér helt mikið upp á það syng ég og Jói Sig vinur minn og leikari og sem leikur alltaf skepnunni hann syngur hluta því lagi og syngur svo alveg menn sem þykjast mestir syngur það lag sem og úr Leikir til lífsins syngur hann líka sem svona grófur rockari átt að vera eitthvað svona sko það hafði ég mikið verið að hlusta á Bowie og svona sko Bowie sem var svona undir plata sig ég held alveg rosalega mikið og eina minn upp á að segja þetta sem heitir Scary Monsters Super Freaks sem svona grófur, það bara Robert Fripp sem með gítarinn þar sem leirum
og svona grófur abstrakt gítarleikur og það svona það sem maður svona að reyna pínlítið þarna fyrir. Og svo þetta svona, þetta nautkvíla á Skjálfanda svona einhver rockari svona ala Rocky Horror eitthvað. Mér fannst ég vera sem er Rocky Horror lag og sem að Kalli og Edda syngja til skiptis. Þannig að þetta svona, en alltaf önnur sjónarmið að ég vissi það, þegar ég samdi það vissi ég alveg strax að það var eitthvað þarna. Og ég sko í raun og veru finnst mér ef ég ætti dauðastundu að segja eitt lag hvað er besta lagið mitt, þá er það ennþá fyrir mér önnur sjónarmið. Mér finnst það vera besta tónsmíðin og það er líka vegna þess að ég var svo lengi að semja það. Ég yfirleitt ekki til fljótur og allt það, en það var svona, ég var búin að semja svona fyrstu kannski 2 kafla eða eitthvað, en svo var ég mjög lengi að klára það. Það sem ég vissi alltaf að það stemdi eitthvað og ég að fá klímaks í lagi, ég að fá svona eitthvað úrlausn. Og ég sem þannig lög, þegar sem er balluð það er svona róleg lög, það er oft, söngunum finnst þeim erfitt að syngja lögum eins og þau ekki hafa svo mikið reyns í þeim. Ég byrja neðarlega og þetta gerir bara afleika og fer svo hátt upp og svona og nota, og í því er svolítið dramatíkin í þessum lögum, og þetta varð, og svo náttúrulega þegar Edda, því fattaði hvað hún söng náttúrulega dásamlega vel og allt þetta, þá náttúrulega kom enginn undir greina. Og þetta varð og er en þetta lagið hennar í raun og veru og er það í huga mjög margra þannig að en það var, mér þótti rosalega og þykir ennþá rosalega vænt þessu lög öll sem og það var merkilegt að því ég hef sagt það því ég var að út í München þá ætlaði ég að semja popóperu eða einhver svona tónverk, söngleik og þar var maður út í námi með mig sem heitir Guðni Bragason að fréttamaður er núna utanríkisráðuneytinu búin að vera þar síðan 80 eitthvað eða 90 og hann sem sagt kom ég var svolítið strand á tímabili með textandi með þessu setningin til með þessu í lurkinum allur ykkur lag minn, hún kom bara með laginu, bara þessi setning, þetta lag heitir allur lurkur lag minn, það er bara eitthvað svona tilfinning sem að kom. En ég svo voru að kapla sér erfið með og þá kom hann og hjálpaði mér að klára það og svo hvort það getur verið að gera svipað með önnur sjónarmið, en hann svo þegar ég gefið út þá segir hann, ég vildi ekki að ég krediteri þig með mér fyrir textunum þá vildi hann ekki sjá það og ég sagði, þú veist að þetta er fyrir lífstíð, ég er að skrá lagið inn í hérna og við breytum þess ekki og þú getur verið að tappa fullt af peningum og ég sagði bara, ok, þá er það bara svoleiðis, þá bara ert þú hérna ekki meðhöfundur og hann er ekkert svo sem örugglega séð þetta í einhver leiti en þetta eru þau 2 lög sem ég var alltaf fengið mesta peninga fyrir alla tíð en ég áði náttúrulega lögin 100% og textana 80%. Það var svona spurningum púst sem maður gerir stundu þegar maður vantar svona setningar, einhver mynd gengur ekki upp og svona hjá manni en það var bara þannig. En hitt er allt saman hreint var Kalli á einhver texta, Kalli á nautkvæli við Skjálfanda, Kalli Rót og hann á Menn sem þykjast mestir og hann öðruleyti á ég alla textana. Eru þessi hin lög þó samin fyrir myndina? Já, já og nei, þau eru samin fyrir plötuna og notuð í myndinni, já, eins og tímis eins og því ég sagði með önnur sjón, með vakandi sofandi, við erum ekki það lagstæmi, þá er það inspirerað, það er eitt af nýri lögum, það er inspirerað að myndinni. Þá var ég að hugsa ákveðna senu í myndinni og svona að tjá tilfinningar sem var að bærast í persónunum út þessu og það er meira að segja heyri svona ómurinn af laginu en það endar í svona saxofón, einmanna saxofón út í nóttinni og þú heyri það en ekki söngin þannig að það er tengt myndinni við getum allt er notað í myndinni það er heil kapli þar sem er svona montaskapli sem fíblast eitthvað og svona þar spila ég lagið, stóran hluta því við getum allt nautkvæli á Skjálfanda nota ég sem er óðbóðslega hraður rockari nota allir þess að búið til tension á óþægilegu augnabliki sem hávaða og áreiti úr leikið til lífsins er svipað það kemur svona fyrir sem áreitis rock þau hann öll Menn sem þykjast mestir er spilað
þegar Jói Sig, persóna hans, kveður staðinn og keyrir í burtu og hann syngur það. Jú, þessi lög öll, sko, já, þau eru sum, sko, þau eru alltaf unnin svo fyrirmyndina, hugmyndina sumum kveiknaði út frá myndinni, önnur voru bara látin passa, þannig að ég raun og veru, því fyrir að skoða þetta eftir hann, það ekkert lagarna sem ekki í myndinni, þannig það öll. Það bara, já, ég var ekki alveg búin að gera mig grein fyrir hvað þau eru hvað einasta lagarna sum eru náttúrulega, það bara önnur sjónarmið sem í heild sinni, það kemur í kreditlistamyndarinnar